Ásbeinn. Það bara svona sem ég rúlla. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Hey, þú mátt trú á það sem þú vilt. Við höfum trú á fermingatölvunum frá Dell. 3 ára ábyrgð og ekkert vesen. Advania, Reykjavík og Akureyri. Advania.is. Netverslun.is og Nýherji. Bleikur og sætur Samsung Galaxy Y snjallsími á fermingartilboði hjá Símanum með 500 kr. inneign í 6 mánuði. Kynntu þér úrvalið af fermingarsímum á símin.is eða í næstu verslun Símans. Smirnoff færir þér tónleika Shit Robot í Reykjavík. Miðvikudagskvöldið 4. apríl, daginn fyrir skírdag á Faktori Smiðjustíg. Forsál aðgöngumiða fer fram á miði.is. Eilíf ást, Partizón og Smirnoff. Motorola Razr kynnir Here for what? Oblivion. Wrath of the Titans, geðveikasta ævintýramynd ársins. Sam Worthington og Liam Neeson í magnaðri þrívíddarmynd. Sýnt í Sambíónum. Keyptu miða á Wrath of the Titans á sambio.is og þú getur átt möguleika á að vinna Motorola Razr síma guðana. Páskaegg frá Freyju var valið besta páskaeggið í páskaeggjasmökkun DF. Hefur þú smakkað Freyju páskaegg? Og klukkan orðin 4 og þátturinn FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan mánudaginn. Á móti mér eins og alltaf á mánudaginn situr Björn Bragi eða Bjössi, vertu velkominn. Takk fyrir. Hvernig ertu? Ísland. Ég mjög góður. Já, halló Ísland, gaman að heyri ykkur. Og það er 2. apríl í dag sem við ætlum nú að leika okkur aðeins með þetta í þessum þætti. Heldur betur. Því að eins og flestir grínarar vita þá var 1. apríl í gær og þá má svona, ljúga. Já, máttu reyna að blekkja eða hrekkja. Varst að blekkja eða hrekkja í gær? Nei, ég var svona bara að reyna að einbeita mér að því að anda á sunnudagurinn minn í gær. Ég var svolítið í að svíkja í gær. Ok, hverju varst að svíkja? Bara fullt af fólki. Bara svíkja peninga á þeim og eitthvað svona. Vel gert. Það er minn 1. apríl. Ég reyna að pretta og stel og ljúga. Stala með pening. Nei, fyrsta sinn á ævi minni í gær og þá pantaði mér pizza í hádeginu og kvöldið. Það er eitthvað sorglegt við það. Já, það hefur verið endapunktur á einhverju blöðri helgi eða eitthvað. Nei, það voru 2 pizzufyrirtæki sem að... Þú vildi styrkja? Já, ég ákvað að hjálpa eins. Hvað pantaðir? Ég tók eina Siciliana frá Castello og svo tók ég eina frá Dominos. Hvað er á Siciliana? Siciliana, það er hellingur að drasli. Er það svona eins og Supreme eða? Já, það er svona fullt af séti. Já, virkilega góð pizza. En ég er hættur í þetta pizza núna. Það er bara þannig, ég fekk í overdose í gær. Ef ekki að taka smá átak núna, þú veist, það er komin apríl. Já, veist hvað ég sakna janúarblöð? Ég sakna hans og ég ætla bara að hitta hann, ég ætla að skýra þetta aprílblöð. Já, ég er að segja sko, við ættum að taka svona smá, svona fara í ræktina og þú veist, vera ekki að drekka og borða hollari mat og eitthvað svona, þú veist, kannski í apríl og mæ og svo við séum flottir í sólinni í sumar. Ég er sammála og verða bara betri manneskjur, hvernig líst þér á það? Mér er reyndar alveg saman allt sem er inn í mér, ég er rosalega svona bara... Nei, jú, bara utan á. Já, nei, algjörlega, jú, betri manneskjur og vera góðir. Já, ég til í þetta átak og ég er með þess að spæja að kalla þessa páska núna heilsupáska. Já. Og ég ætla bara að ímynda mér þessi Ívar Guðmunds þessa páska. Ok, þá er það líka að vakna klukkan 5 á mótnana. Já, nei, reyndar get ég það ekki. Ég get ekki vakna svona snemma á mótana, það er staðfest. Eins mikið og mig langar til að vera svona Ívar Guðmunds típa, þá ég er það bara ekki. Ég er líklegri til þess að vaka samflitt heldur en að vakna klukkan 5. Já, það svipaði á mér. Ég bara, þó ég þurfa að vera að vakna 9 eða 10, þá ég á stundum erfitt með það líka. Já. Ég er bara lítil morgun manneskja, þannig er það. Við erum B-menn. Já, en það sem við ætlum að gera, helling hafi í dag við Bjössi, það er steikt, en við ætlum að leika okkur að hringja nokkur símaöll og láta eins og sé 1. apríl. Já, ég er mjög kvíðinn fyrir þessu uppátæki. Já, þetta verður annarkort allt og steikt eða alveg skelfilegt. Það er, þá ringjum við í fyrirtæki hér í bæ og erum svona fíblast, til dæmis að panta okkur klippingu eitthvað og segja svo, 1. apríl. Já. Nema það er náttúrulega 2. apríl. Og það verður skemmtilegt. Þetta er svo dýrt grín. Já, svo hefur Barnalandið, lífið í Barnalandið á sínum stað. Við erum með netmisnotkuna sem hún er krassandi þessu sinni. Nóg að vera. Þannig að það er hellingur að gerast hérna hjá okkur strákunum. Hvernig var helgin annars hjá Bjössi? Var þetta fyrir utan sunnudaginn? Ég veit hvernig hann var hér. Hvernig var laugardagur og föstudagur? Var gaman hér? Já. Það var svona... Var gaman að vera þú þessa helgina? Já. Ég var að fara hingað og þangað að skemmta fólki, reyna það. Já. Og hérna... Varstu að skemmta sjálfu þér eitthvað? Já.
ég skemmti, þú veist, ef aðrir skemmta sér þá ég að skemmta mér. Já, það líka sko, þú ert svona, þú típa, þú gleymir ekkert þér. Nei, ég gleymi aldrei sjálfum mér. Nei, það eitt sem ég þarf að fara að læra, það að setja sjálfa mig í fyrsta sæti. Já, þú ert allt og fórtfúl. Þú ert alltaf að hugsa allir kringu þig. Ég þoli ekki hvað ég set sjálfa mig alltaf í annars sæti. Það alveg óþolandi og það alveg komin tíma á ég og Auðun Blöndal þarf að hugsa eins mig. Já. Nei, það síðasta sem ég þarf að gera. Ég aumingi. Það þarf að fara að hugsa um einhvern annan en sjálf mig. Ég elska þetta lag. Já, þetta fínt svona mánudegi. Hugaró, Magni, Baut og Bjössi með 6. Magni Ásgeirsson eða Magnificent eins og vinnur okkar Tommy Lee kallaði hann á sínum tíma og með þetta skemmtilega lag Hugaró. Ég fæ ekki leið þessu lagi. Helviti gott lag. Já, mér er virkilega skotin í þið. Já. Herðu, það komið að slúðurpakka dagsins hérna hjá okkur strákunum í FM 95 Blu og já, ég er að spáði að byrja slúðrið á Nickelodeon hátíðinu. Veistu hvað hátíð það er? Ég var á henni. Já, og ég er enda verið til að fara á hana. Ég held að það sé virkilega, ekki... Hvað? Þú horfðir á mig, ég veit þetta er barnahátíð, ég var bara að tala um að því að svo mikið af svona stjörnum og svona hana, ef maður mætti fara á að taka viðtöl á hana. Já, ok. Já. Þegar ég sagði mér langaði hátíð, þú horfðir á mig bara eins og verið eitthvað að mér. Hérna, það voru hvorki fleirinni færi en 220 miljón atkvæði sem að bárust í þessa keppni að þessu sinni, það sem er verið að velja svona uppáhalds íþróttamannin, uppáhalds sjónvarpspersónu, uppáhalds söngvara og ég var spáði að fara svona yfir hérna það helsta. Fekk Magnus Giving ekki neitt? Nei, Maggi Skið fekk ekkert, greiði kallinn, en Justin Bieber var valinn besti karlsöngvarinn. Kærastan hans Selena Gomez var valinn besti kvenkins flytjandinn. Svo var Favorite Song var Party Rock Anthem með LFMAO. Já. Tim Tebow var valinn besti íþróttamaðurinn. Já. En veist það sem kom mér mest óvart hérna, Favorite Movie Actor Adam Sandler fyrir Jack and Jill. Nei. Jú, og það ég náttúrulega með það hérna í slúðruna að hann var líka að vinna öll Raspberry-velun. Já, nákvæmlega. Fyrsta sinn sem að það gerist. Þannig að krakkarnir verðast vera hrifnir að þessari mynd hana. Ég segi bara kemur og óvart eða þannig með öll veljunin nema sko Jack and Jill. Vá, hérna, ertu búin að sjá þessa mynd? Nei, ég bara veist að ég ætla ekki að gera mér það. Ég er það mikill Adam Sandler aðdáðandi að ég hef bara ekki áhuga að sjá þetta. Sko, bara trailerinn þegar ég sá hann, hún kom í fyrra það ekki sem mynd. Já, ég fekk bara í magan. Þetta var svona eins og þegar, þú veist, maður sé svona sketch í Saturday Night Live og það sem er verið að gera grín að því að það sé verið að gera einhverja lélega mynd. Ég veit það, mér fannst svona eins og hann var að gera grín að Eddie Murphy. Já, skilur. Þú veist, hann leikur bæði sjálf og sig og systur sína. Og svo veist, maður hugsaði líka bara hvaða hérna, þú veist, dörra myndir er hann með af Al Pacino til þess að hóta honum til þess að bara fá hann í mynd, sko. Hann er með eitthvað á Al Pacino, það er bara augljóst. Já. Hann er auðvitað, þú veist, eitthvað er svona gammalt vídeo af Al Pacino og fytla við einhvern hund eða það er eitthvað að gerast þarna sem Al Pacino skeita á sig með og hann var að nýta sér það. Það er bara, það er pottjætt. Það er allt vont við þetta. Allt vont við þetta, herðu, reynda svo var American Idol valið besta reality sjóið og, þetta skiptir engu máli. Nenni ekki að lesa þetta allt. Ljótur að gefast upp á fréttunum. Já, herðu, næsta slúður. Ég væri til í að sjá svona fréttamann, sko, Anchor, svona á Stöð 2, bara, hérna, sem er að flytja fréttum. Nei, þetta er leiðilegt, fyrir mér næstu frétt. Ég nenni þess ekki. Bara, já, heimilinn, nei, ég nenni þess ekki einhver aðra frétt. Herru, ég ætla eins og að segja frá því Aston Kutcher, hann er sennilega að fara að leika Steve Jobs í mynd Steve Jobs. Það er áhugavert. Já, og menn eru svona frekar hissa á að það skulle vera að treysta á honum fyrir svona stóru hlutverki og þetta er mynd sem beðið er eftir. Já. Og eins og stendur hérna, þá er þetta ekki April Fools en það er 2. apríl í dag. Já. Og ég veit ekki, Aston Kutcher, er þetta ekki ágætis leikari? Ég kann svona, veist, ég fíla hann. Er hann ekki bandaríski Öddi Blöð? Nei, svona meira því ég var að tala um að ég var að apa þáttinn eftir honum, hann að tekinn. Ég veit ekki. Þú veist, þeir eru líka bara tveir geðið myndarlegir Young Cats. Young Cats, þú ert alltaf að segja þessu svo gamall og ógeðslegur. Ég er að nú er ég apríl, þá ætla ég að vera góður. Já. Það er alveg eftir að gera verður en að vera Aston Kutcher. Já, en hérna, þetta er samt svona athyglisvert af því að oft hefur svona kannski leikari sem að menn hefði ekki mikla trú á. Þú veist, ok, til dæmis bara þegar Will Smith leik Muhammad Ali. Já, nákvæmlega. Á þeim tíma var Will Smith ekkert eitthvað, þú veist, hann var meira bara eitthvað í Men in Black og einhverju svona Wild Wild West myndum þá, sko. Já, bara svona einhverju gríni. Já, svo kom hann og skilði alveg hefi góður í framræstuðu. Þetta gæti verið svona, þetta er góða punktur, þetta gæti verið svona breykið hans Aston Kutcher. Já. Já, ég er ekki frá því. Síðasta slúður dagsins er af Whitney Houston en það var verið að halda á svona uppboðum helgina þar sem var verið að selja Whitney Houston souvenirs og þetta er eitthvað rangt við þetta. Já. En það seldist fyrir $19,000 og sem sagt, það seldist fyrir $100,000 og það eru hvað, 13 milljónir eða ekki? Já.
og ég veit það, ég á ekki verið að segja slúður af Whitney Houston. En ég hef einhvern veginn samt hugsað, á hverju er aldrei neitt svona á Íslandi? Þetta er hrikalega algengt í Bandaríkjunum að það hefur verið svona uppboð á fullt af shiti. Þú ekki tekið því? Jú. Á hverju er aldrei svona uppboð, Sævar Jónsson, þú getur keypt takkaskona sem hann átti á móti Fram með eitthvað, þú getur kannski keypt á 5.000 skall eitthvað. Er þetta ekki, þú veist, það litla sem er gert við þetta, fer þetta ekki bara alltaf upp á, þú veist, vegga á Hard Rock eða Hamborgarafabrikunni eitthvað svoleiðis? En viltu meina að myndi kannski enginn kaupa þetta? Þú veist, eiga trefil sem Herbert Guðmundsson var með í Eurovision eða eitthvað svona? Jú, ég meina, þú veist, kannski ekki, þú veist, það þarf náttúrulega að vera smá merkilegt, kannski eitthvað, þú veist, jakkin sem að Bubbi var í utan á einhverju plötu eða eitthvað svona. Ok, ef að til dæmis þér verið boðið í dag og mættir eiga jakkan að Skallabjarna sem hann var í hérna rósóta jakkan, myndir þú vilja hann? Ég myndi vilja eiga hann, já. Ég myndi ekki borga fyrir hann, sant? Nei, en myndir þú fara í hann eitthvað á djamið eða eitthvað? Ég myndi fara á förðufataball. Já, ok. Sem Kalli Bjarni. Sem Kalli Bjarni. Og fá mér strípur. Þá er slúðurpakki dagsins búinn. Hér rétt handað á hotnið er fyrsta atið hans Bjössa í FM 95 blöð. Síðan ég var úrlingur. Já, og þvílíkt atlíka. Já. 1. apríl nema það er 2. apríl. Ég er samt gamall dólgur, ég var alltaf að gera at á mínum úlingsárum, sko. Já, bara svona sagt einn heima fýblast. Já, með félaga mínum. Já, ég er svolítið í því líka. Rándi í rödd, sko. Þannig að þú veist, ef þú heldur áfram að láta mig gera svona, þá myndu kalla fram gamla illmennið. Ok, ég allavega, það er hér rétt handa á hotnið. Það ætla ég að prófa, ég ætla að láta Bjössa hringja, panta sér klippingu, en segja svo 1. apríl þegar, já, flesti vita að það er 2. apríl. Það verður áhugavert. Þetta er svo dýrt grín. Við fáum við að Gauti. Var ég þeirra Used to Know. Þetta er lag sem var í mikilli spilun hérna þegar þátturinn var að byrja. Og já, flott lag þarna á ferð. Ég held að hann heiti Gauti. Þekkir einhver annan lag með þessum manni? Það er þetta hljómsveit, veist það? Ég held þessi maður. Já. Er þetta ekki eitthvað Gauti and Kimbra? Jó, það getur passa. Ég hef náttúrulega ekki heyrt neitt annað með, en þetta er hins vegar virkilega skemmtilegt lag. Hér rétt handað á hotnið er Símat frá Birni Braga og við ætlum að vera með þau nokkur hérna í dag. Og svo erum við líka með netmisnotkunna og lífið í Barnalandi sem er hérna rétt handað við hotnið líka. En ég var að spá að segja frá því hérna Bjössi að eftir að Facebook kom. Já, facebook.com. Já. Sú síða. Já. Þá hefur fólk forðast myndavilar mun meira og samkvæmt nýjustu könnun að þá er fólk orðið virkilega hrætt að láta taka myndir af sér af því að það vill ekki að myndirna séu komnar einhvers staðar inn á Facebook án þeirra vitundar. Já, hversu oft heyrir maður líka frasan þú setur þetta á Facebook? Já, nákvæmlega og það er, og hvað er þreyttar en að liggja heima á sér og svo að vera að taka eitthvað ógeðsleiri mynd. Já. Það sem þú ert svona, greinlega miklu stuði. Já, það er aldrei gaman. Nei, en þetta er samt alveg rétt. Eftir að Facebook kom, þá er þið svona meira illa við að taka myndir af þér. Þekkir það? Þú veist, já, ég meina, ég bara, maður kannski nefnir ekkert að hafa, ég vil alveg láta fólk taka myndir, en ekki, þú veist, kannski... Það sé að dæla inn á Facebook? Ég veit, mér er samt eiginlega alveg saman, sko. Já, en ert þú að taka einhverja myndir sjálfur og setja hann á Facebook? Ég er reyndar mjög lítið duglegur við að setja myndir inn á Facebook. Ég set bara svona myndir sem mér finnst eitthvað dót sem mér finnst fyndið. Já, svona flip eitthvað. Þú ert ekkert eitthvað og ser ekkert einhverja mynd sem að þú varst ógeðslega sætur í einhverja fermingaveislu og hendur inn. Nei, mér finnst líka svo, sko, mér finnst eiginlega mjög skrítið þegar fólk er greinlega að taka myndir sjálft, sko. Þú veist, það sést svona hérna efst á handleginn, skilur, inn á myndinni. Þetta sé sjálfsmynd. Já, þannig að hérna, nei, ég sko líka, ég var að tóka eftir daginn, sko, eiginlega allar prófílmyndina mínar, þá er ég með einhverjum á mynd, sko. Já, þetta er líka, ég var að skoða á mér daginn, sko, eiginlega allar myndina sem ég er með inn á Facebook, þá er ég taggaður af einhverjum. Já, sko, já. Þetta er aldrei eitthvað sem ég kann ekki eins og taka myndir og setja sjálfur inn, held ég. Nei. Ég geta á Twitter, bara á símanum, mér finnst það var fínt, en ekki inn á Facebook. Nei. En finnst þér þú misfallegur á myndum, Bjössi? Finnst það ekki öllum? Jú, en þannig að þér finnst það. Já, það koma myndir sem þú hugsar, wow. Ég frík á þessari mynd. Já, eða bara þannig er ég alveg með þetta. Ég hugsa það. Hvað eru uppáhaldsmyndina sjálfu þér? Góð spurning. Þú ert þannig í Bláabólnum. Bláabólnum. Var það ekki einhverju partíi? Æðislu myndaðar. Ertu tilbúinn í atriði og fá eitt lag og gera þig kláran? Það er komið tíma að hendi gott at, eða ekki? Jú, ég ætla að hita upp. Hitum upp, hlustum þetta Mirror með Lil Wayne og Bruno Mars og svo hendum við Bjössa í eitt gott at. FM 95 blöðu með ykkur hérna á FM 957 og það er, komið að því að pína hann Björn Bragans. Þú hefur veist það, þú hefur sloppið svo rosalega vel, Bjössi. Ég hefur sloppið nokkuð vel. Já, þú hefur aldrei þurft að gera neitt að eða neitt þannig. Og það sem ég er að spája að láta það að gera núna
vont at. Já. Eiginlega basically ógeðslegt. Já, mér líður mjög illa með það. Já, þetta verður óþægilegt og já, eins og flesti vita þá var 2. apríl í dag og í gær var 1. apríl sem er svona djókdagur og reynir að plata fólk og svona, já, bara, ég þarf væntanlega ekki að útskýra 1. apríl neitt meira en það. Og já, ég ætla að láta Bjössa núna hringja á hárgreiðslustofu og já, panta klippingu. Já. Og svo þegar hún er búin að skrá klippinguna, þá segir nei, það er 1. apríl. Já. Og ég þá að vona að hún segi, nei, þetta er 2. apríl. Já. Já, þannig að þetta verður bara vont á allan hátt. Ok, mér líður mjög illa með þetta og mér líst ekkert á það. Okay. Þetta er hugmynd frá þér alfarið, sko. Nei, þetta er góður hér. Þetta er allt hérna frá Bjössa sem hann er búin að vera lengi með í maðurinn. 1. apríl, en það er 2. apríl. Er þetta tilbúin í þetta? Draumur minn lengi. Þetta verður... Hvert að ringja? Bara einhverja hálfgæðarstúðina. Ok. Ok, til. Fyrsta kvöld, góðan daginn, honni. Já, góðan daginn. Áttu hérna laust í klippingu eitthvað á morgun? Á morgun? Sem er eftir hádegi eitthvað? Já. Ertu til til að opinn bara svona? Já, eftir hádegi bara. Sko, ég geti sett þig klukkan 2:30. Hvað er ég að sjá hérna? 2:30. Ok. Hvernig hljóma það? Það er bara nokkuð gott, sko. Hvað er nafnið? Er það 1. apríl? Ég þarf ekki tíma. Djók, 1. apríl í gær? Nei, það er 1. apríl. Ha? Það er 1. apríl. Það er 2. apríl í dag, sko. Fuck. Það fyrir ekki það. Það var ömurlegt. Ég var að skella á hann var ekkert að fara að skella á greinilega. Shit, hvað þetta var gott, maður. Águm við líður illa. Nei, það var í gær. Nei, það var núna. Ok, fuck. Þetta er bara óþægilegt fyrir alla. Þetta er líka óþægilegt fyrir hlustendur, sko. Vildu taka eitt enda? Já, ég vil taka eitt enda. Ok, tökum það. Þetta er, veist það, stundum það þarf ekki að vera betur en þetta. Þetta er bara stórkostlegt aðtíða. Mér líður ógeðslega illa inn í mér. Svona, með kallt inn í mér. Ok, ég ætla að vona að það er svari kona núna. Þú ert búin að sleppa svo vel. Þú er aldrei auðvitað að gera aðtíða neitt hérna. Það er ekki eins. Já, þetta er samt. Ég er samt að hringi í, sko, vinnusíma, sko. Halló. Já, halló. Já, góðan daginn. Er þetta ekki hárgreiðslustofa, eða? Jú, það passa. Ok, ég ætla að athuga hvort að hérna það var hægt að komast í klipping á morgun. Já, já. Hvenær hérna... Það er ganga, alls, já. Hvenær kemst þú? Einhvern tíma seinni partinn, bara svona kannski, þú veist, svolítið eftir hádegi bara. Þetta er föstudagur, það er bara 3, já. Heyrðu, það er ekkert mál. Þú getur verið að koma bara, viltu koma það 4 eða 4:30, eitthvað svoleiðis? 4 væri gott, sko. 4, já, 16. Hvað heitir þau? Heyrðu, 1. apríl. Ég þarf ekki tíma. Þetta er Kitty? Nei. Nei, þetta er reyndar ekki Kitty. Nei. Þetta er Bjössi. Þetta er Bjössi? Já. Já, blessaður. Eru það ekki að stekja panta hjá mér? Nei, fyrir ekki að ég, þetta var bara smá... Það var 1. apríl í gær, afsniðin. Hvað er 2. apríl núna? Já, það er 2. apríl í dag. Shit. Sorry, þetta er algjört klúður hjá mér. Ekkert mál. Herru, takk fyrir. Gerir betur næst. Já, ég ger betur eftir 1 ár. Já. Ok, bless. Þetta er svo ok, nú get ég ekki meira. Þetta fór með mig, sko. Það er ekki hægt að gera verra að. En hún var satt svo skilningsrík. Já, hún var eitthvað, maður fann bara þetta var svona góð kona. Já, mjög góð. Hver er Kitty? Hann er alveg djóker. Er þetta Kitty? Ykkur er strax að Kitty. Ef að Kitty er að hlusta, veist, raise your game. Ég fari núna, ég verð ekki með þessum eftir að þættinum. Þetta er ógott. Pétur á FM 957. Rétt spjall, eðlulegar og furðulegar fréttir, 10 mínútna yfirtakan og að sjálfsögðu topp tónlist. Pétur, alla virka daga milli 10 og 1 í boði Taco Bell. Quesadilla með kjúklingabringu eða nautasteik á aðeins 699 krónur. Núna á Taco Bell.
keppni FM 957, Túborg, Smirnoff og Dílar.is á úrillu góðrunni. Nú komið að þeim árlega viðburði þegar við veljum Trúbador FM 957. Ef þú hefur gaman að því að syngja og spila, þá þetta þitt tækifæri. Skráðu þig á heimasíðu FM 957 og komdu síðan í pröfu. Þeir bestu fá að spreyta sig föstudagskvöldin 20. apríl á úrillu góðrunni þar sem Trúbador FM 957 verður krýndur. Athugið, alltaf 3 aðilar geta verið saman í atriði. Vegleg verðlaun í boði. Nánar upplýsingar á fm957.is. FM 957, Túborg, Smirnoff og Dílar.is. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Slagverk hljóðfæri í miklu úrvali. Hljóðfærahúsi Tónabúðin, Síðumóla 20 og Sunnulíð Akureyri. Maður veit bara aldrei með þig. Þú ert hátt upp í dag og svo alveg í rusl á morgun. Samband okkar og íslensku krónunar okkur kostnaðarsamt. Ef við værum með evru, myndum við spara milljónir á húsnæðisláninu. Það sýnir einfaldur samanburður. Innganga í Evrópusambandi og upptaka evru skynsamleg leið til framtíðar. Já, Ísland. FM 95 Blö í boði. Sumar eru bara með þetta er hárrétt hjá Freka. Rándýr textagerð þarna á ferðinni. Þetta kaldhæðni? Nei, alls ekki. Okay. Ég Freka aðdáandi, alltaf verið. Okay. Og hérna, það styttist, skal ég ykkur segja, í netmisnotkunna og svo vorum við að spá í að halda eins áfram með þessi 1. apríl hérna. Já, mér fannst þetta svolítið skemmtilegt, þannig og ég náttúrulega, þú þarf líka að taka eitthvað smá svona, sko. Já, ég geti þurft að hringja hérna í eitthvað fyrirtæki og reyna 1. aprílgapið okkar, eins og allir vita, þá 2. apríl, þannig að það gaman að leika sig með það, rándýrt grín hér á ferð, en ekki eins og komið að lífið í barnalandi. Rétt. Já, það held ég nú. Já. Og það af nógu að taka eins og alltaf. Ok, voru það í stuði í vikunni? Já. Síðustu viku? Heldur betur og bara í dag og í gær og bara, jú. Ok, fyrir ykkur sem að hlusta í fyrsta sinn þá lífið í barnalandi, þetta eitthvað sem að gerist inn á barnaland.is og ekki skjóta sendibúðan. Nei, en hérna það eru nokkrar kannanir. Já, það eru að leika svolítið með það núna. Já, og hérna ég ætla að byrja á einni og bara bombin á þig. Já. Það er Leo 12 sem að spyr: hvað í fari fólks skiptir mestu máli? Og möguleikarnir eru gáfur eða þekking, karakter, persónuleiki, útlit og klæðnaður, metnaður og stefna, viðhorf og skoðanir og fjárhagur og vald. Þú myndir segja fjárhagur og vald eða ekki, það sé mikilvægt. Jó, eða útlit og klæðnaður. Það væri svona efst á beygju hjá mér. Er það? Nei, þetta sé ekki hvað, karakter og persónuleiki. Já. Það er ekki hendið það. Hvað var fólk að segja þarna? Það er nefnilega athyglisvert að það eru 90% sem segja karakter og persónuleiki. Já, ok, fólk byrjast að sammála það þarna. Skemmtileg könnun sem að Leo 12 hendur í og við þökkum fyrir þessa. Já, og hérna, og hvuti litli kommentar, held mér sér nokk sama svo framalega sem fólk ekki hrókafullt, mjög sjálfmiðað eða með annað neikvætt í fari sínu. En það er greinlegt að meiri hluti fólks vill bara góðan karakter og persónuleika. Já. Já, þú veist, það segir það, svo náttúrulega bara horfir það bara útlitið í raun og veru. Heldur það að sé þannig? Nei, ég er að tjóka. Okay. Herðu, hérna, Charlie Sheen, hann mættur aftur, við erum nú ekkert að tekja hann fyrir þetta. Já, Charlie Sheen var duglegur hérna á sín tíma. Já. Hefur þú orðið hrifin af eða skotin í kærasta eða eiginmanni vinkonu þinnar? Og það eru 77,7% sem segja nei, en alveg 22,3% segja já. Já. Hvað segir þú við þessu Auðun Blöndal? No comment. Nei, ég er svona... Nei, það. Ef maður lendi því? Nei. Ekkert eitthvað svona náum vinni mann, segir það? Nei, og ekkert eitthvað skotin í, skilur. Mann kannski finnst einhver sæti eða eitthvað. Já, þú veist, er ekki verið að tala um að vera ástfanginn að það? Jú, þannig að ég segi nei líka. Nei, en maður er samt oft lendi því að vinnir mann segja alveg að setja kærustur. Já. En maður er ekkert orðið hrifin aðeins sjálfur. Já. Okay. Og það verður svona flestir sem kommentuðu þráðin voru á þeim nótum, sko. Já. Sögðu kannski, jú, bara þegar ég var lítill eða lítill. Já, ég er að tala um bara eitthvað þegar ég var í 8. bekk eða 10. bekk eða eitthvað, sko. Einmitt. Herðu. Það vissi ég ekkert. Næsta er svolítið athyglisvert. Já. Og það heitir fordómar gegn húðflúrum. Það er ekkert annað. Það er hippalína sem setur það á stað. Já, hippalínan. Myndið þið ráða mannesku með sýnilegt húðflúr á sér? Og kommentar, sko, ég veit um fólk sem hefur sótt um vinnu en ekki fengið hann út af húðflúri. Það er eitt af fárlega sem ég veit um, eða sem ég veit. Og það eru sko 54% sem að segja að já, þau myndu ráða manneskuna, en 11% segja bara nei. Myndi ekki ráða mannesku að því að það er húðflúr á henni? Já, og 30% segja kannski, þannig að það er alveg rúmlega 40% sem að eru svona
alveg mögulega tilbúin að ráða ekki einhvern bara fyrir eina ástæðu að hann er með húðflúr á sér sem er sýnilegt. Það er grátlegt. Hvað er strákurinn svo Nonni Tattoo að gera og fleiri? Og Tyson. Já, Tysoninn og aðrir. Já. Nonni Tattoo, Jón Gunnar Geirdal félagið minn, hann er nýbúinn að slífa sig alveg í gang. Já. Hann er samt í fínustu vinnu þarna hjá einum. Nonni Tattoo. Nonni Tattoo. Hann hattar það náttúrulega ekkert. Nei, nákvæmlega. Þannig að við myndum ráða manneskjum. Já, fjandinn. Húðflúr geta alveg verið flott. Þó, veist, ég er 0 húðflúr manneskja, sko. Þú ert ekki með húðflúr? Nei, það myndi ekki fara mér. Ég fekk mér þarna í ameríska draumnum, en það er farið, að því ég setti á tonna, sko. Já. Ég lappaði það bara af. Já. Og það búið að segja okkur að það myndi gerast, þannig að þess vegna sett ég þar. Ég er bara ekki húðflúra típan. Nei. Ég vildi ég væri það. Ég væri alveg til að vera með góðslega flott tattoo. Það er mörg tattoo sem er flott, en ég er sjálfur ekki með húðflúr heldur, sko. Jón Stóri fengi nú ekki vinna einhvers staðar samkvæmt þessu. Nei, nákvæmlega. Spurning hvort það sé út af tattooinu eða einhverjur. Já. Herðu, næsti er svolítið sérstakur. Að piss undir? Já. Fluguranda. Já, fluguranda. Þessi nöfn líka stundum hérna inn á Barnalandi. En er hún ekki að segja fluguranda? Fluguranda. Já, ég meina, í hvaða móg gertu þú að ákvæða þetta nafn? Það er bara, ok, ég þarf að skýra mig hérna eitthvað. Herðu, en ég skýri mig fluguranda. Það eru ömulegt nafn. Nei, fluguranda. Fluguranda. Hún er að koma á framfæri. Ok. Herðu, hún segir að pissa undir og þá náttúrulega, ég smelti á hennar þráð og hugsaði, ok, hún er veltaði fyrir sér, þú veist, hvað börn eru lengi að pissa undir eitthvað svona. Nei. Kærasti minn sem er 20 ára pissar svo oft undir þegar hann er búinn að drekka áfengi. Hún finnst það mjög vandræðalegt, en ég segi alltaf að þetta sé allt í lagi og hjálpa honum að skipta á rúminu. En þetta er orðið nett pirrandi og ég myndi vilja að hann færi til læknis og lítið tjekka á þessu, en þor ekki að nefna það við hann. Veit einhver af hverju þetta getur verið að ske? Engin leiðileg komment, takk. Engin leiðileg komment, takk. Ég ætla samt að spá því að þetta sé djók. Já, ég vona það. Er það ekki? Jó, ef þetta er ekki djók þá er þetta sorglegt. Það var náttúrulega... Þá náttúrulega verður hann að leita sér aðstofar. Leita sér aðstofar, bara hætta að drekka þig mökk ölvaðan. Já, fyrir þetta það. Getur ekki haldið hlandið þegar þú kemur heim á djaminu. Einmitt, nákvæmlega. Herrus, svo kemur sko... Vonum þetta sig djók. Já, við vonum það. Svo kemur mjög athyglisverð könnun sem heitir Hvað gerir fólk? Fer fólk, og það er Twitters sem að kommentera þetta, 1. apríl. Fer fólk í sturtu eða bað á hverjum degi? Hvað er svona samfélagslega rétt í þessum málum? Hvað er samfélagslega rétt? Og fyrsta kommentið er frá awkward. 2. til 3. hvern dag hjá mér. Ég þarf ekkert að fara oftar en það finnst mér. Ég finn hvenær hárið á mér er skítugt og ég lykta ekki illa. Finnst samt eins og mörgum finnst geðt ógeðslegt að fara ekki í sturtu á hverjum degi, en mér er alveg sama. Hehe. Blæstir í 3 he. Já. Þetta er einhver skítablebbið, ekki? Leo 12 kommentar myndi segja að það fari nú mikið til eftir í hvað þú ert að fást við, annars held ég að normið sé svona annað hvern dag. Hvað mig var að þá er ísköld sturtamálið alla mánuða. Þú veist, ég fyrir sturtu á hverjum einasta degi. Já, ég verði að segja hverjum degi þannig líka. Já. Mér líður illa ef ég er ekki búin að fyrir sturtu. Samt er ég ekki með hár, það eru margir sem eins og þú út með svona þykkt og fallet hár og það verður svona kleprað og ógeðslegt einhvern veginn eða ekki og fyrir ekki sturtu. Það verður mjög kleprað. En ég bara verða fyrir sturtu á hverjum degi. Mér finnst það. Annars líður bara illa. Já, mér líka, en Þriðja hvern dag. Þriðja hvern dag er of sjaldan, sko. Það er alltaf sjaldan. Það er bara 2 í viku. Nákvæmlega, ég meina, ok, annað hvern dag kannski eða þú ert ekkert að gera og þú ert ekkert að fara út að hitta fólk eða eitthvað. Já. Ég veit ekki, en herrið, svo er það að loka og það er á reiðunótunum og það er Svikin65 sem kommentar. Já. Og þetta er Djöflkallinn. Djöflkallinn, með hann eitthvað svektur. Já, ég er svo sár það sem kallinn hélt framhjá helgina og tussan viss að hann væri giftur, veit hver hún er og sendi henni góðan póst. Ætla að reyna að fyrirgefa kallinum í þetta eina skipti, en það er þetta eina skipti sem hann hefur gert svona, en það verður erfitt, en vonandi komist við í gegnum þetta. Þetta er ekki afsakanlegt og hann er jafn sekur og þessi tussa, afsakið orðbræðið. Hvað fær konur til að gera svona þegar þær vita að kallar eigi konur? Jæja, smá púst út. Þetta þykir mér athyglisverður póstur. Já, þetta er samt sko Svikin65. Af hverju ertu að fara með þetta inn á Barnaland.is? Nei, en sko, hvað, veist, það er allt í lagi. Hvað græðir á því? En er ekki skrítið að hún ætla að skella allir ábyrgðinni á konuna? Hvað með kallinn hennar? Já, hún ætla að gefa honum séns. Já, en helvitis tussa. Þú veist hvað, ég meina, var hann bara, Konur eru oft konum vestar, sko. Datt hann bara inn í hana, eða? Já, þetta er bara, þetta er sorglegt. Bara á allan hátt, finnst mér. Enda kommentar Ígibú, af hverju er hún tussan? Af hverju ekki kall pungurinn sem var að svíkja þig? Já, góður punktur, Ígibú. Því er ég sammála. Það er út að hlusta. Já. En þetta er þetta eitthvað sem þú ert að fara með inn á Barnaland? Já, er það bara ég eða? Er þetta ekki staðist þess að ræða allt milli himins og jarðar? Jú, en einhvern veginn... Nema sko þegar það er einhverju líkanlegir kvillar að hrjá þig. Já, þá hvetjum við fólk til að fara til læknis. En hvað finnst þér þarna? Finnst þú hún að gefa manninu séns, Bjössi?
Mér finnst hún furðulega bara eitthvað, herri, hann hélt fram með helgina, já, ég ætla að fyrirgefa honum, en helvítist tussan. Já, kenni stelpunum þetta allt. En mér finnst hún allavega furðu fljót að ákveða bara að þetta sé allt í góðu og bara allt henni að kenna. Ok, þar hafið þið það. Þetta var lífið í barnalandi. Við ætlum að gera aðeins eftir örskamastund. Svo erum við netmisnotkun og fleira, þannig að já, það er bara allt að gerast í okkur strákunum. Mánudagur, Next to Me, Emily Sandé. Next to Me með, já, Amelie Sandé hérna. Þið eru að hlusta á Auðablu og Björn Braga. Verðum með okkur til 6 í dag og já, það er 2. apríl, Bjössi. Já. Og já, ég let þig gera síma að dagann. Já, og nú er komin tíma á þig. Já, þið fannst þetta óþægilegt. Já, er samt svolítið skemmtilegt líka. Já, það er eitthvað flipp í hvað þetta er lélegt. Þetta er það lélegt, þetta verður ágætt. Já, ég er ekki tími á að þú hringir á eitthvað svona eins og sólbaðstofu eða eitthvað svolítið svo pantatíma. Maður sem ætla að finna það eitthvað númer. Ok, byrjuðu, þá er, þannig ég er að hringja á sólbaðstofu og ég þá bara sama form á þann, ég hringdi á Hárgrímsstofu og var að panta tíma og segja 1. apríl. Já, þannig ég panta mér í ljós en segja svo að ég sé að djóka, þessi 1. apríl. Já. Ok, maður sé. Sama formúla. Þetta er sigurformúla. Herru, ég er að finna hérna númerið. Þetta er, já, ad nummer 2 hjá okkur, 1. apríl, en eins og flesti vita, þá er 2. apríl, maður sem tekur með það. Sambandi sólbaðstofur Smart. Veldu 1 fyrir Grensásveg, 2 fyrir Ánanaust. Smart, hvað næ? Já, ég ætla að banda þér í ljós í kvöld. Já, klukkan hvað viltu koma? 9. Hvað segirðu? Klukkan 9 áttu laust á. Það heyrist rosalega lítið í þér. Hvað segirðu, 10? 9. 9, já, hvað er nafni? Herðu, 1. apríl. Nei, á 1. apríl í gær. Nú, er ekki 1. apríl núna? Nei. Fuck. Ok, joke, bye. Hæ? Sorry, þetta átti að vera joke. Allt í lagi? Ok, bye. Hvað segirðu, hvað er nafni? Nei, ég ætla ekki að koma, ég held að það vera 1. apríl, ég ætla að stríða. Já, heyrðu, ok, minnsta mál. Það er ok, fyrirgeðu þetta. Já, bye. Þetta er svo von. Það er að byrja að lýsa yfir ánægði með sexy röddina. Já. Þetta er ljós í kvöld. Já, einhvern veginn þegar maður er að panta ljós. Er ekki svona sexy gaura sem bara panta ljós? Jú, bara sexy gaura sem var ljós. Já. En hún var eins og konan áðan sem svaraði mér, hún var svo skilningsrík. Já. Nei, það er 2. apríl. Ok, já, bye. Það er svona, þeir eru að hjálpa okkur í þessum ógeðslu öllum okkar að það er að sína stuðning. Já. Herri, ég segi við höldum áfram með þetta eftir. Ég ætla að láta henda þér, ég er að láta þér hringja eitthvað vinnin eða eitthvað. Ok. Og taka smat og svo er það líka netmisnotkunin og annað. Það er allt að gerast inn hjá okkur strákunum. Við ætlum að fara í örstuð skilaboð og mætum svo aftur. Nú eru páskarnir á næsta leiti og FM 957 er með glaðning fyrir þig. Alla virka daga fram á páskum gefum við páskaglaðning frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín. Fylgstu með á FM. Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynnum. Það var ást við fyrstu sýn, Egils Malt og Appelsín. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nói Sirius. Nonnabiti í Hafnarstræti er nú opið til hann 2 allar nætur og fram á morgun helgar. Nonnabiti, best fyrir svanga. B5, við seljum gull. B5, Bankastræti. Kíktu til okkar í Chicago á Grill 66. Chicago er 2-faldur bacon ostborgari með jöklasalati og frönskum kartöflum. En ekki fáðu Chicago nema sér svangur eða svöng. En þá þurft að vera mjög svöng. Þú finnur Grill 66 á völdum ólístöðum. Grill 66 er betra grill við veginn. Vertu með í fermingarleik IKEA. Vantar þig stærra rúm, betra skrifborð, flottari fataskáp eða nýja hillu? Veldu vörur fyrir 100.000 krónur og þú getur unnið þær allar. Taktu þátt á IKEA.is. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Gretia. Á FM 95 Blö á FM 957. Ég veit ekki hvort að þetta sé bara einhver galsi í okkur Bjössa hérna, en okkur finnst alveg hrikalega fyndið að vera að syngja núna í fyrirtæki hér í bæ og aðra og að vera með 1. apríl-djók. Á 2. apríl. Já, þó að sé 2. apríl og já, það er, ég er búinn að hringja einu sinni og Bjössa einu sinni og við vorum að spája að taka hvað 1 mann hinn yfirbót. Já. Ok. En þetta verður eiginlega að vera síðast einn komun okkar, ekki? Já, þetta... Ég var alltaf fram á þessum eftir dagsins. Nei, þetta er fínt eftir þetta. Skulum hafa þetta svona síðustu tvötin og hérna,
Já, þetta er ekki flókið, þetta eru ömulega við erum að ringja með 1. apríl joke og þó að sé 2. apríl og byrju, varst þú ekki að spara að ringja eitthvað vini núna? Jú, fælingi var að þetta var lélegt. Já, ömulegt. Það ringi Rúnar Ingavinn minn. Ok. Og segja honum að spyrja hvort hann ætla að horfa á leik með mér í kvöld, sem að var í gær. Já, Tottenham. Hvort hann ætla að horfa með Tottenham í kvöld, ok, maður segja, er þetta númer hans hérna? Já. Ok, er hann Tottenham aðdáandi eða? Hann er laumið Tottenham aðdáandi. Ok, ekkert svona harður eða neitt. Já, þú veist, þykist vera Liverpool aðdáandi en þannig að er engin Liverpool aðdáandi í dag. Nei, veist það. Komin yfir í Tottenham. Maður pínur byrjar að vorkina bólurum. Ég held að það myndi aldrei gerast. Nei. Þetta er leiðindar raun á þeim. Já. En herðu, ok, hérna er komið númerið og þetta er sem sagt Bjössi vinninn og þú ætla að spyrja hvort hann ætla að horfa á Tottenham leikinn í kvöld. Og segja svo 1. apríl. Maður hendur mér hérna. Halló. Rúnar. Já. Les Björn Breiðina. Hæ. Æ, ætla þú að horfa á Tottenham leikinn í kvöld? Nei, ég get ekki. Nú, hvað það gera? Miður, ég er að fara í matabóð. Ok, hann er Sjá, hvað er hann? 7. Já, ég er að fara í matabóð þá, sko. Það er Það hættir á að trúa með sem vinn, eða út af þessu, eða? Nei, það er engin Tottenham leikur, þetta er 1. apríl. Það er 2. apríl, sko. 1. apríl. Það er 1. apríl, þú ert hérna í FM 95 blöð. Nei, hvað er þetta? Og tekinn. Er þetta online eða? Nei, Þú varst tekinn hana. Já, jú, ok. Tottenham var að spila í gær. Andlitið það er. Djöfullinn. Hversu rauður ertu nú það? Ég fannst það líka eitthvað skrítið. Hversu illa liður? Það er bara eitthvað versta síma sem gæti verið það. Nú komast tekinn. 1. apríl, tekinn. Leitargalli. Það vissi ekkert. Hann veist ekki neitt. Það var mjög gott. Já, þetta er stórkostlu þetta í gangi. Og það tökum við síðast að núna, svo er að hætti með þetta 1. apríl grín. Ok, það er þá, þú tekur eitthvað kompani? Já, ég ætla að ringja hérna eitthvað fyrirtæki. Og enn að ringja hérna í Snæland-vídeó og láta eins og sé að panta í ljós. Því ég ringdi í Solbárstofu áðan. Ringja á Snæland-vídeó og láta eins og sé að panta í ljós og segja svo 1. apríl. Þetta er svo dýrt og úthugsað grín hjá. Já, ég ætla að prófa þetta hérna, maður sjá. Hérna er Snæland-vídeó. Skulum taka eitt 1. apríl gabba þau. Snæland, góðan dag. Já, góðan daginn, ég ætla að panta hjá þér 1 tíma í kvöld klukkan 7:30. Hæ? Ég ætla að panta 1 tíma klukkan 7:30 hér. Þetta er Snæland-vídeó. 1. apríl. Hæ? 1. apríl. Já, ok. Þetta er allra vestamar. Oi, bara það dó eitthvað inn í henni þegar hún ringdi. Já, hún bara skellt á. Ég held að henni líði bara ennþá illa, held ég. Já. Þetta var 1. apríl grínið okkar Bjössa. Við erum hættið með það núna hér rétt handa horni. Við erum svo þroskaðir. Já, en netmisnotkunin. Þetta er bara hágæða húmor. Rihanna og Drake á þessum mánudegi. Rihanna er eiginlega bara í öðru hverju lagi sem er gert. Já, hún virðist bara vera í öllu sem heitir hittar í dag. Þá er Rihanna þar mætt. Hún er alveg með þetta. Ríðu Anna. Rihanna. Herru, það er hins vegar komið að netmisnotkunin, ekki satt? Jú. Klukkan 5 og þá fyrir oftast í netmisnotkunina og það eru 2 einstaklingar sem urðu fyrir barðinu á henni að þessu sinni. Já. 2 karlmenn, ungir og ég held með þess að þeir séu vinir, þessi 2 strákar. Já. Það ekki? Þeir allir eru vinir þeirra. Já, það er bara, þetta er... Þeir eru báðir 5.000 vinn á Facebook. Ég veit það, og eru báðir að gera frábæra hluti og greinilega nóg að gera þeim báðum. Já. Þetta eru þeir Óli Geir og Kristmundur Axel. Já. Sem hafa lent í netmisnotkunni þessu sinni. Þeir eru líka svo virkir á Facebook. Já, það er það sem að hjálpar okkur, sko. Já, og þeir eru ekkert að, þeir gefa engan afslátt þegar þeir gera statusa. Nei, og Óli Geir er ennþá með myndina hérna undir hjá sér. Já. Rosaleg myndataka sem hann var í daginn og hveti alla til að kíkja inn á Facebook hans og sjá þessar myndir. Ég tók líka eftir einu, sko, sem við höfum ekki talað áður, sko, áður en við förum í statusana. Að hérna, sko, þetta er svona lives in, þú veist, in a relationship with, og svo kemur svona studied at, og þá skrifur hann Tossi. Tossi? Já, Tossi. Vel gert, studied at Tossi. Vel gert, Óli. Herru, ég ætla að byrja á Óla Geir og svo fyrir við yfir í Kristmund Axel. Óli Geir, status, 7 gig páskana, broskall.
Þannig að það greinlega nóg að gera í honum páskana, 7 gig. Já, og þetta færi einhver 10 like. Já, þetta er svona byrjað dætt inn í honum. Og einhver kommentar bara svona $3 merki. Já, $3 merki, Jón Ingi setur $3 merki, en sko en Aron Freyr vinnur hans, awesome! Já. Allt með stórum stöðum. Hann allar með öll gigin. Já, hann greinlega mjög ánægð með Óli Geir vinnur sem með 7 gig páskana, það fer ekki að milli mála. Herru, eitt hérna, Óli Geir, Saturday, þetta er á laugardaginn. Já. Er ég eini sem er ekki að fara að keppa í fitnessina? 63 like. 63 like, maður. Svo fær hann líka komment, hérna Egill, nei, ekki ég heldur. Og Andri, ekki ég er að fara að keppa í vaxtarækt. Já, 64 likes, ég hef aldrei fengið 64 likes á neitt sem ég sett á Facebooki mitt. Nei. Hérna kemur svo frá honum líka. Að meðan ég geri ræktamixanda þjóðina og sitji bara heima latur á bumbunni og nenni ekki að fara í ræktina sjálfur. Þið takið á því. Nýjasta mixið er komið inn á DJ-síðunum minn á Facebook. Finnið hann undir DJ Óli Geir. Kveðja feiti. Og þetta kom inn fyrir klukkutíma og kom inn 19 like. Já, Þetta er rándýrt. Sjóð heitur þarna, dragurinn. Verðum að gefa hann það. Já, herru. Þá förum við yfir í Kristmund. Já, Kristmundur Axel sem er einmitt í hljómsveitinni Blár Ópal. Hann er verulega aktífur á Facebookinu eins og Óli Geir og fyrsta sem ég verði var við þegar ég fer inn á síðuna hans er að hann er með svona timeline. Hvað heitir stóra myndin í timelineinu? Já, bara svona headerinn á henni. Já, headerinn á henni. Þar stendur Don't worry, be happy og einhver kalla hopp yfir tré. Og allt svona gult og hamingjusamtekund. Þetta er svolítið einkennandi fyrir hans karakter, eða ekki? Jú, sko, Kristmundur Axel er svona eins og ef Herbert Guðmundsson og Hemmi Gunnmund eignast barn. Já, ég held hann sé sonur þeirra tveggja, sko. Hann er afkvæmi. Já, hann er svona ótrúlega jákvæður og er náttúrulega bara frábær strákur. Já, ég meina að það er bara gott að vera jákvæður. Já, sjálfsög, það er ekkert að því. Ekki veitir af á þessum síðustu og vestu hérna. Við mættum alveg vera jákvæður í stundum. Alveg sammála. Við bræðirnir. Alveg sammála. Herðu, og í takt við þessa jákvæðina hans er nýjasti status hans sem að kom inn fyrir 15 klukkutímum. Og hann sest, þú veist, þetta er ekki status, hann er að setja inn mynd af sér og vini sínum. Já. Og við skrifa við hana: ég er ekki viss hvort ég skilji rétt það sem mér er ætlað. Ég vil bara finna alla þá ást sem völ er á. Þessa alvöru ást, stelpunnar elska, strákarnir hata, maður er orku og tíma á því að hata. Ég nenni ekki að hata, lífið er partí, skál í botn. 34 like. Þetta er eitthvað sem hún aldrei sjá á minni síðu. Það er nokkuð ljóst. Ekki það með fullri virðingu fyrir þessum stráka. Þetta er samt sko, þetta er alveg rétt í honum. Já. Ég menn okkur að reyða orku í að hata þegar þú getur elskað. Já, flott myndina en strákunum. Já, þeir vinnirnir, þetta er örugglega úr einhverju útilegu. Hann er svona í einhverjum... Já, hann er einhverjum 66 hvar norður, þetta er svona sjó þjóðatíð eða eitthvað. Já. Svo kemur hann hérna fyrir, þetta var í mars líka, 21. mars. Já. Þvílíkur dýrðatími í gangi. Pabbi kominn heim, mamma kemur heim eftir 2 daga, allir að tala eitthvað hitamet helgina, sósublettur á bólnum og opin bursnaklöf, sitt hérna inn á einhverju bílasölu nálægt sjó, pæli að fara á tippin onni, bara bjarti tíma framöndamaður, 6 upprópunamerki. Svo var Óli Geir að hringja, sagðist að gett páskaegg handa mér, ... og svo borðaði það. ... skemmt ykkur í daginnir, 4 upprópunamerki, allir nema Óli, blikkall. Þannig var það páskaegg. Já, og þetta fekk 50 likes. Já. En þannig er að sjá að Óli Geir og Kristmundur Axel, sem eru báðir fáránlega hressir og aktífir á Facebook, eru friends in real life líka. Já. Og það kemur manni ekki óvart. Er það ekki svolítið að hafa mikið svona fólk það grúpar sig saman? Jú. Ætli þessu að hittast stundum Hebba og Hemma Gunn eitthvað? Já, ætli það sé ekki ástæðan verið ég sé alltaf hangandi með sömu þunnu ömurlegu strákunum. Já, af því að þú ert ömurlegur sjálfur. Bara er ekki með þessa lífsgleði. Nei, ég er ánægð með Kristmundur Axel. Ég ætlaði að fá hann inn í þáttunum daginn og bara náði ekki á honum af því að síminn hans, það virðist verið eitthvað fokk á honum. Því að þú fer líka yfir Facebook síðun hans. Já. Þá er annarhver maður að segja, hringdu í mig. Já. Hringdu í mig, gemli. Kemur hérna strax, farið í inboxið þitt og hringdu í mig. Já, fólk er að reyna að ná í hann. Já. En það næri ekki í hann. Svo setur hann hérna, herru. Hringdu vinnur. Já, hann líka með status hérna, stundum að hætta bara. Núna byrjar þetta partí. 16 likes, veist, hvað er verið að bulla þarna? Akkur er lækar einhver svona, þú veist ekki svona hvað þetta er. Nei. Svo er með aðra mynd og öðru vinni sínum og þá er hann með, skrifar hann undir, ég og svo eini sem skilur mig. Já. Þessi strákur greinlega skilur hann. Og svo eru að valda svona komment eitthvað, yndislegastir, hjarta, sætir strákar, bróskall, yndislegir. Aron Ingi, ég skil þig reyndar líka og Kjara líka sko. En jæja, þetta var misnotkun dagsins og... Þetta er náttúrulega ekki misnotkun, við erum að sko hefja upp
Já, þetta eru strákar sem eru báðir með 5.000 manns á Facebookinu á sér. Og er það ekki draumur allra? Jú, það er ekkert ástæðulausu. Og þetta eru strákar líka sem eru að gera eitthvað sem við höfum aldrei náð. Ég hef aldrei fengið 100 likes á eitthvað. En munum hvað Ólafur Stefánsson sagði, ef þú átt meir en 1000 vinn á Facebook þá áttu enga vinn í alvörunni. Já, það er endar ágætis punktur. Nei, það er endar ekkert satt, held ég. En við ætlum að fara hérna í örstuð skilabóð og svo ætlum við Bjössi talandi slæma Facebook-status að við ætlum að keppa hér eftir hvor okkar verður með verri Facebook-status. En já, skilabóð fyrst. Magasín, virkamótna klukkan 7. Það er verið að tala það, ef maður situr á mikið, þá er mjög líklegt að maður deyji. Það er líka hægðatröð að sitja mikið. Situr náttúrulega á gatinu sem alltaf á að koma út. Það sé að vera minna, Brynja. Það þurfti ekki að fara svo það fyrir maður nánar í þetta. Það veit ekki hvað hægðatröð það er. Það er ekki það að vera líka stað sem að vera eitthvað hægari. Það er bara gatið stíflað. Alla virkamótna á FM 957. Nú færðu 15 króna afslátt af lítranum í 10. hvert skipti sem þú greiðir með OB-lyklun. Kynntu þið málið á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugl. Second wine. Life was like a box of chocolates. Þú gæti eftir í 5.000 kr. inneign hjá filman.is. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. iPad, aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Það er bara svona sem ég rúlla. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Hvað er ykkur hundur í þér? Já, maður, ég ætla að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki báfs. Akkur ferð ekki bara á smálán.is. Vandar ekki bara smá? Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Smálán.is, ekkert stórmál. Við lögum barbecue-sósudar á staðnum. Roadhouse. Snorrabraut 56. Full fermi af fermingarbúnaði. Spjaldtölvur, fartölvur, myndavélar og fleiri eigulegar fermingargjafir sem endast. Netverslun.is og Nýherji. Nonnabiti í Hafnarstræti er nú opið til klukkan 2 allar nætur og fram á morgun helgar. Nonnabiti, best fyrir svanga. Fermingagjöfin er stereogræja, GPS-tæki, myndbandstökuvél og leikjatölva. Eða einfallega snjallsími frá símanum sem er með þetta allt. Kynntu þér fermingatilboðin á símin.is eða í næstu verslun símans. Rafmagnsgítarar og magnarar frá Fender, Ibanez og Washburn. Úrval effekta og aukaluta fyrir gítarleikaran. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Gómsætt háskalamb í Krónunni. Lambalæri í hvítlauk og rósmarín, New York manninegu, kryddað eða ókryddað á aðeins 1498 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Motorola Razr Killer. Here for what? Wrath of the Titans. Oblivion. Geðveikasta ævintýramynd ársins. Sam Worthington og Liam Neeson í magnaðri þrívítarmynd. Sýnd í þrívít í völdum kvikmyndahúsum. Sýnd í Sambíónum. Keyptu miða á Wrath of the Titans á sambio.is og þú getur átt möguleika á að vinna Motorola Razr. Síma Guðana. Halló, Jón Jónsson hérna megin. Í kvöld verði ég á Akureyri með fjármálafræðslu fyrir ungt fólk í samstarfi við Arjónbanka. Pítsur í boði og gítari með í för. Nánar upplýsingar og skráning á arjónbanki.is. Páskaegg frá Freyju var valið besta páskaeggið í páskaeggjasmökkun DFF. Hefur þú smakkað Freyju páskaegg? FM 95 Blö. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957. Með ykkur hérna á FM 957. Auðvitað og Björn Bræði með ykkur til 6 í dag og við erum að fara að keppa núna í það sem að kallast viðbjóðslegi Facebook-statusinn. Já, þetta er nýtt fyrir mér. Þetta er nýtt fyrir þér. Þetta er einu sem verið gert áður í þessum þætti. Það var á föstudegi. Þetta er ég á með gestastjórnendur og já, þetta er ekki flóknar reglur. Þetta er basically svona eins og við erum að lesa upp í netmisnotkunni. Þegar við finnum svona status sem að okkur finnst svona finnir og maður veit ekki hvort að maður ætti að vera að skrifa og svona. Út af það geikuleikurinn. Hvernig dæmum við þetta samt? Svo er það hlustendur sem hringir inn í 511-0957 og segja hvor statusinn þeim finnst ógeðslegri og sá status sem að fær 5 atkvæðundan vinnur. Herri, ok.
Þannig að þetta ekki flókið. Ert þú tilbúið með þinn status? Ég kom með minn. Ég skal henda honum inn núna. Ok, ég ætla að posta mínum hérna líka og svo lesum við þetta og eins og áður hefur komið fram þá eru þetta í ykkar höndum, kæru hlustendur. Þið hringið 511-0957 og... Á ég að henda honum inn núna? Já, ég ætla að posta mínum akkurat núna. 1, 2 og post. Og minn komin inn. Minn er komin inn líka. Ok, og ég byrja að lesa minn eða viltu lesa þinn undan? Þú byrjar. Ég byrja. Svona er statusen minn og vonandi fæ ég ykkar atkvæði, kæru hlustendur. Statusen minn er svona. Er þetta líf ekki of stutt fyrir leiðindi? Spurningamerki. Erum við ekki öll bara litli hnóðrar sem elskum hvort annað? Spurningamerki. Elsku ykkur öll eins og pítsun en ég vil ekki borða ykkur. He, djók, upprópunamerki. Ást og friður, kveðja blöddin ykkar, upprópunamerki. Þetta er minn status. Þetta er sótt úr smiðju bara heppa og hemma og félaga. Já, ég er með nokkra hafnar sem að leika sér inn í þessu hjá mér. Hvað er þinn? Minn er einfaldur. Like ef þú myndir mig. Like? Það er þetta viðbjóður. Herðu, þá er það í ykkar höndum, kæru hlustendur, hvor statusinn finnst ykkur ógeðslegri? Like ef þú myndir mig. Það er horfbjóður, sko. Hann er mjög ógeðslegur. En svo er ég, sko, minni með hérna, með algjört ógeð, það eina sem er svo hættilegt við þetta, það er núna þegar fólk byrjar að læka þetta. Já. Herru, maður sjá, það er eitthvað hérna dívert á símanum. Maður sjá, smá vesen á honum, tek hann hérna 511-0957 og segja okkur hvor statusin ykkur finnst ógeðslegri. Like ef þú myndir mig eða minn. FM 95 blöð, góðan daginn. Halló. Hæ, hvor statusin fannst þér ógeðslegri? Ég verði að segja, já, byssa. Já! Já, ok. Þá var Björn komið með 1 atkvæði. Takk hérlega fyrir þetta. Já, ekki mann, bæn. Bæ, herru, fyrir ykkur sem að voru að stilla inn, þá erum við Björns að keppa í hvori með verri Facebook-status. Ég setti, er þetta líf ekki of stutt fyrir leiðindi? Erum við ekki öll bara litli hnóðrar sem elsku hvort annað? Elsku ykkur öll eins og pítsunum, ég vil ekki borða ykkur. He, djók. Ást og friður, kveðja blöddin ykkar. Og þú varst með like ef þú myndir mig, sem að reyndar er vel gert verið að gefa þetta. Og staðan 1-0 fyrir Björnsa. Sjáum hérna FN9 fyrir blöðgóndaginn. Halló. Það var voðalegt. FN9 fyrir blöðgóndaginn. Já, það er Bjössi, sko. Þið er Bjössi með verri status? Takk fyrir. Já. Takk kærlega. Já, ok, takk, bye. Bye. Herru, Bjössi er komin í 2-0 FM9 fyrir blöðgóndaginn. Já, gett Fannst þér hans verri? Já. Yey, takk. Þú spáðir, maður vill vera með verri og ég er brjálaður. Fannst þér hans verri? Herru, ok, staðan á 3-0. Likeðu myndi mig. Þetta er, ég er að skýta hérna FM9 fyrir blöðgóndaginn. Halló. Hvor statusinn fannst þið verri? Það er BB King. Það er BB King. Herru, þú ert að slátra með 4-0. Þetta minnir líka ógeðslegur. Ég veit það, ég viðurkenni það. En ég vil samt fá atkvæði. FN9 fyrir blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hvor statusinn finnst þið verri? Það er pappa. Bjössa. Hæ? Já, kallið minn. Bjössa? Sagði það? Hann sagði það. Herru, það er 5-0. Þetta er öruggur sigur. Þetta er svo öruggur sigur. Ég fer eiginlega að taka bara og eyða mínum og það strax því að fólk er byrjað að læka hann og kommenta hann. Viltu vita hvað ég kom með mörg læk? Hvað? Veitu? Hvað er komið mörg læk? 20. 20? Já, ok, þú ert að rústa mér, ég er með 4. Hvaða? Nú rugl er þetta. Ég er reyndar að fá hellinga kommentum í það núna. Já, þú ert að fá bara frá einhver liðir sem er sammólaðir. Ég veit það maður, það er ekki svona að fatta að ég sé að keppa hérna, sko. Nei. Hérna er eitt, þú ert krút, kökull, blöblu. Allir vinið þínir eru náttúrulega 40 plus og þeir eru ekkert að hlusta á FM. Þegið. Það er bara strax til. Þegið og það strax, Björn. Allir konum með hundlegar í þessu stúdíu. Heldur að ég sé eitthvað lítið í mér inn á Facebooki núna eftir þessa keppniðan. Hann rúllaði mér upp á Björn Breiði 5-0 í, já, hvora með viðbjóðslegri Facebook-status. En það er ég mun viðbjóðslegri maður en þú. Já, þetta er, status þinn er enda skelfilegur, ég viðurkenna. Já. Men það er samt hrannast inn like og eitthvað. Það er engin skömm að því að tapa fyrir þeim besta auðin. Nei, ég mun taka þið næsta mánudag. Skulum hafa það alveg á hreinu. Herru, varstu var við mörg aprílgöp í gær? Bara í fjölmiðlum, já. Herru, ég náttúrulega trúði þessum selin, sko. Með selin? Selin hann, stóli selin. Það voru samt svo mörg léleg. Ég verða að gefa MBL fyrir besta. Var það Davíð Oddsson? Já, með Davíð Oddsson. Fólk kaus Vigdísi Finnbogadóttir fekk samt Davíð Oddsson á peningi sinn og menn voru fróðufellandi, sko. Já, það var mjög gott. Það er virkilega gott grín. Skelfilegt eins og það er frá vinum okkar á Stöðu 2.
Hvað var það? Gull hérna í eitthvað, það voru búið að finna gull hérna við eitthvað fjallið eða eitthvað, mér alveg. Sko, það er svo búið, sko, eitthvað, herri, það er hérna frí, fannst gull, þið getið komið upp í Öskjuhlíð eitthvað. Já, hver er bara, herru, drífum okkur. Gullina! En sko, 1. apríl. Með selin, sko, ég byrjaði að lesa fréttina, ég trúði því algjörlega bara. Ég fór að sjá svona viðbröðin á Facebook, ég var ekkert á leiðin eitthvað niður á Tjörn að sjá hann, sko, en ég samt trúði og hefur verið rænt sel úr húsdýragarðinum. En já, Davíð Oddsson grínu var líka að finna það. Já, það var vel hérna. En það er svona í gegnum tíðina að hafa verið, það er svolítið langt síðan að það var eitthvað virkilega gott aprílgabb, finnst mér. Já. Það er oft svona að sé einhver stjarna komið til landsins, farðu að hitta hann eitthvað þar. Þannig ef þú værir frægur í alvöru, fræg popstjarna, þá væri besti tími til að koma til Íslands 1. apríl. Það er ekki trú að væri niður í bæ. Það er mjög góða punktur. Já, það geti þurft að benda þessum stjörnum á það bara, að koma þá. En það hins vegar styttist í Q&A á Björn Braga, fyrir ykkur sem hafa verið að fylgjast með alla vikuna, þá er ég búinn að spyrja strákana spurninga hérna í þættinum sem að þið sendi mér inn á Twitter. Þannig að nú er að gera að fara inn á AudiB á Twitter og dæla inn spurningum á Björn Braga og það er alveg sama hvað er spurt, Björnsi, þú þarft að svara þessu öllu. Okay. Hjöppi er búinn með þetta, Sveppi er búinn með þetta, Pétur Jóhann fær þetta á miðvikudaginn, þannig að að gera að fara núna á Twitter og dæla inn spurningum á Bjössa. Hvað viljið þið vita þennan litla pervert? Við ætlum að fara í örstuð skilabót og svo förum við í Q&A. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugl. Sack of wine. Life was like a box of chocolates. Þú gæti eftir í 5.000 kr. inneign hjá filma.is. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Róthásborgarinn er búinn að slá í gegn. Kíktu við á Róthás. Snorrabraut 56. Evrópufrumsýning á Íslandi. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Ný þáttaröð af Game of Thrones hefst í kvöld. Þættirnir verða sýndir aðeins nokkrum klukkustundum á eftir Bandaríkjunum. Tryggður áskrift í síma 5 12 51 00 eða inn á stöðu2.is. Stöðu 2. Skemmtilegri. Það eru Hönts og Egil Skull sem færa þér Game of Thrones á Stöð 2. Happy Days á B5. Frábær tilboð á milli 4 og 10 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Ekki kaupa hvað sem þó það sé á einhverju vikutilboði. Nema núna! Elbukkudagar á öllum stöðum Ritzó. Allar pítsur á matseili á 1380 krónur. Hringdu núna í síma 5777. Ritzó pizza, Grænsásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. Smirnoff færi þér stærsta partysónkvöld ársins. Tónleikar Shit Robot í Reykjavík. Miðvikudagskvöldið 4. apríl, daginn fyrir skírdag. Á Factory, Smiðjustíg. Einnig koma fram BG Barregard, Casanova, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Miðasala fer fram á miði.is. Eilíf ást, Partysón og Smirnoff á Factory. Apríltilboð í 10.11. Rænós orkudrykkur á 199 krónur. Hámark á 199 krónur. Háberg súkkulaðihneitur á 199 krónur. Són Perfect orkustöng á 199 krónur. 10.11. Alltaf opið. Vertu með í fermingarleik IKEA. Vantar þig stærra rúm, betra skrifborð, flottari fataskáp eða nýja hillu? Veldu vörur fyrir 100.000 krónur og þú getur unnið þær allar. Taktu þátt á IKEA.is. FM 95 Blö er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Eðlilega fljótt að líða, það er komin apríl, Bjössi, ertu að ná því? Já, ég var að keyra í dag og það er bara summer is here. Já, það er mjög stutt í það. Það er einhvern veginn, það er byrjað að birta til og maður er komið von í hjarta og allt að gerast einhvern veginn. Já, er þetta ekki búin að vera svolítið leiðilegu vetur? Þetta er búin að vera viðbjóðslu vetur, það er bara þannig. Já. Það er ekkert flóknar en það. Ógeðslega kalt og... Já, og bara eimd og ógeð. Þetta er búin að vera vondu vetur en... Bjart og hlýtt og fallegt framöndan. Já, það er ljós í endagangana, það er bara þannig. Þú finnur líka að það er sko orðið hlýrra í hjörtum okkar tveggja hérna í þættinum. Ekki
spurning, það er bara allt annað árið með þér. Mér þykir miklu meira væntu þegar það er byrt úti. Ég elska þig. Við ættum sko í næstu viku að því að við erum að taka svona góðan apríl, að taka svona, í staðan fyrir netmisnótkunna, að rósa fólki eitthvað. Hérna setur við einnig mjög fyndin status. Hérna er mjög cool mynd af þessu. Og finna bara svona alltaf besta þér. En reyndar, sko, statusatnir sem við erum að lesa upp í Ólageir og Kristminn Dagsel innan, voru allir ógeðslega góðir. Og myndin er náttúrulega ógeðslega flottar. Það er bara eins og að segja einhver að búið til möppu fyrir Ólageir þarna stundum, sko. Þannig að við erum í rauninni ekki að dissa það. Nei, reyndar ekki. En við erum að fara núna í Q&A. Ég er búinn að vera að segja fólki að dæla inn spurningum á Bjössa, eða Björn Braga, inn á Twitterum hjá mér, AuTB. Og svo læt ég þær allar gossa hérna. Ert þú tilbúin í þetta, Bjössi? Er þetta að byrja núna? Já, það eru konar alveg hellingur hérna, sko. Okay. Fólk má halda áfram að dæla hérna inn. Ég reyna að spyrja sem flestar af þessu. Taka sem flestar spurningar. Okay. Herru, hversu miklum, Páll Halldór spyr þig, hversu miklum tíma eyðir Björn Bragi í Tetris á dag? Það er eitthvað sem vorst að ræða hérna daginn og verið mikið í Tetris. Svona 2 klukkutímum. Svona án þess að grínast. Ertu 2 tíma í dag í Tetris? Nei, ég veit ekki. Þetta er svona stund milli stríðar, skilur við, þegar það er kannski mikið að vinna, fattarum, og svo tekum við pásu og þá fer ég aðeins Tetris. Nei, ég er að djóka með 2 tíma, en... Klukkutími, alveg? Svona hálftími. Hálftíma á dag? Eftir í hálftíma öðru hverju. Ok. Hún Karen Björnsdóttir hérna spyr, í hverju sefur Björn Bragi? Nærbuxum. Nærbuxum, bara? Já. Svo er einn greinlega bodybuilder, því að hann vil vita hvað tekur Björn Bragi í bekk. Herru, maxi mitt er 110. En 110 kíló? Myndi ekki taka í dag samt. Það var í síðasta sumar, þá var ég búinn að vera að æfa svolítið mikið. Hefur þið tekið 110 kíló í bekk? Já. Það er vel gert, þú er svona, ekki dýpan, ég myndi aldrei spáðir 110. Rólegur. Vel gert. Herðu, Arnar Gauti Grettis spyr, hvað er uppáhaldslægið þitt? Forever Young með Alphaville. Forever Young, er það? Ég ætla að láta að syngja það í aðalferðinu minni, sko. Ok. Svo kemur svo kemur einn Sæn Malik. Nei, það kemur einn Sæn Malik Girl eitthvað. Hefur þú litað þér hárið? Já. Já. Svo kemur... Grándýra strípur, sko, þegar ég var í 10. bekk. Já, ég var alltaf í strípunum. Jó Ásbjörns kendi mér það þegar ég var að missa hárið. Það myndi hjálpa mér rosalega að vera með strípur. Já, ég var alveg góðu tjókó, sko, í kringum aldamótin. Já, ég reyndar aldrei vinnið tjókó eða. Herðu, hvaða lið heldur að vinna meistaradeild Evrópu, spyr Anton Freyr Jónsson. Barcelona, segir hann. Aðalgeir Axel spyr þig að þú værir Akureyringur, hvort myndur halda með Þór eða Káa? Vá, ég bara get ekki alveg svaraði. Mér líkar bara vel við bæði lið, sko. Já, ég einhvern veginn alltaf litið á mig svona sem meiri... Nei, reyndar ekki, ég fíla Káa líka. Þetta er rétt hjá þér, maður er ekki neitt svona... Fyrst hugsaði Káa, svo hugsaði nei, Þór. Nei, Káa. Ég hugsaði fyrst Þór, svo Káa. Já. Herðu, svo spyr hérna, Siggi þig á hvernig bíl rúllar Bjössi? Herðu, ég er rúlla á Peugeot. Ok. En ég var á Toyota Corolla í alveg sinni vekk bílpróf. Hvernig Peugeot ert á? 307. 307. Þetta er nú bara svona nokkuð normal bíl, sko. Já. Orri Einarsson spyr hvaða gél notar kindröllið? Aldrei gél, nota Vax. Okay. En ég man ekki hvað heitir, það er svona rauðri túbu. Kaupið það á rauð þetta ólunum. Ok. Finnur Heimisson spyrði, hver finnast þið maður sem þú er hitt? Sko, þú veist... Ég ætla ekki að hljóma eins og einhver brjátbreki hérna, en sko Sveppi á góðri stundu finnst mér bara að finnast maður sem maður er í kringum, sko. Svona, þú veist, búinn að fá sér 2-3 rugglið sem kemur upp á honum, sko. Það er svo natúral geðveiki, sko. Og það er að fyrsta sem kemur upp í hugan, sko. En þú veist, það er náttúrulega, ég er umkringdur fyndum fólki, þú veist, einn hérna setur fyrir fram mig núna, þú. Og þú veist, bara fullt af fólki sem kemur til greina, en það var svona einhvern veginn fyrsta sem ég datt í hug. Það er gott svar. Sko, það eru fáir þegar að Sveppi búið með svona 2 kalda, þá eru fáir finnari, það er bara þannig. Hvað kallar Krútbomban spyrði, hvað kallar Björn litla vininn? Mæntir að tala your dingadong? Ég kalla hann oftast svínið, sko. Svínið? Það er ógeðslegt. Það er sko hann að nafna það. Jæja, þá veit ég að hann kallar það svínið. Svo er ein hérna, hún Íris spyr, speglar þið mikið? Ertu mikið eru fram að spegli, Bjössi? Nei, ég er ekki eitthvað að taka eitthvað sessjón sem er eitthvað einn að horfa í speil, en þú veist, jú, bara svona lítur... Jó, þú ert alveg típa en þú speglaði það svolítið.
ekki? Ég held ég sé alveg þannig, sko, ef ég labba og það spegill, skilur, og ég labba fram hjá honum, þá kík ég í hann, skilur. Fattarðu? Já, ég fatta. Ég ekkert að horfa í gólfið, bara eitthvað strunsa í gegn eitthvað. Nei, en hvað heldur þú sért að eyða miklum tíma fram að spegil og dag? 3-4 klukkur á dag. Nei, ég veit það ekki. Þá veitum við hvernig dagurinn er. Það eru 2 tímar í Tetris, 4 tímar í spegli. Já, svo vinn ég í svona hálftíma. Besta bíómynd sem þú séð, spyr ég einn Halldór. Dazed and Confused. Dazed and Confused, það var skrítið svar. Nei, þeir sem hafa ekki séð hana. Þetta er besta svona college, svona summer svona coming of age mynd sem er hægt að sjá. Þú veist, ég anda við eitthvað svona American Pie, eitthvað svona dót, sko. Þú veist, þetta er alveg eðalmynd, ógeðslega góð tónlist, mesta feel-good mynd sem ég séð. Ok, það eru nokkru þetta með sömu spurningana, ég get eiginlega bara svara henni fyrir, þú heldur með Tottenham í ensku þegar ekki og Fylkir á Íslandi. Jú. Þá veitir það, hver er uppáhalds fótboltamaðurinn? Van der Vaart í Augnablikinu. Van der Vaart hjá Tottenham, en svona allra tíma? Ég get ekki svarað í. Hérna spyrir einn Kristrún, hver heldur að vinna American Idol? Ég er ekki búin að horfa, ég sko var svo reiður eftir að Adam Lambert vann ekki að ég hætti að horfa á mig. Ertu ennþá eftir það? Já. Eða ekki 2 ár síðan eða eitthvað? Jú. Hann reynda var ógeðslega góður, átt skil að vinna, ég sammála því. Það var það mikil skandall. Já, við hættum samt ekkert að horfa á Idol. Ég grýtti fjárstýringunni í skjáinu. Ég er heildar, hallaðist þetta að segja frá því, þá tók ég svipaðan pakka þegar Chris Daughtry datt út hérna í 5. sæti. Þá hét ég því bara, ég ætla aldrei aftur að horfa á Idol eitthvað, samt að verða 30 eða eitthvað, sko. Hvað séu sorglegur getur maður verið með? En reyndar, sko, maður getur samt að hugga sig við það, sko, að þeir vinni ekki, þá fara þeir ekki svona í Idol. Já, ég veit það, en til dæmis Daughtry átt fínan fyrir. Nákvæmlega, það er ekki endilega þeir sem sigra sem að eiga... En ég get sagt þér núna hver vinnur Idol, hún heitir Jessica Sanchez, sem að vinnur þetta árið. Þetta eru spurningar á Björn Braga. Ég hef vonað, ég hef nú komist þetta yfir sem flestar. Já, Halldór, nei, þú var ekki þessu spurning. Hvað? Hefur einhvern tíma farið með mömmuðin í rúmmi? Spyr Halldór G. Ólafsson hérna, skemmtileg spurning frá honum. Já. Þú veist, ef hann að tala hvort ég hafi sofið, þú veist. Bara hjá, maður, það var allir sofið á uppi, skilur, bara sem krakkið ekki? Ég sofið uppi. Já, en ekkert eftir að þú varst 20 eða það? Ég reyndar svaf í rúmi foreldrar minn helgina, en það var að því að ég þurfti að passa hundin minn helgina. Já, ok, svo við alltaf saman í hjónarúminu, þú og hundurinn. Það er ekki svona regla hjá okkur á sunnendöðum. Við myndi vilja að það væri ekki svona vond lykt af henn á nóttinni, sko. Hún andar svo mikið og svona, þú veist, eitthvað neginn. Já, hundar geta verið vel andfúlir, það er pirrandi. En ég ætla að gera eitthvað núna sem að ég hef gert nokkru sem áður í þessum þætti, það er að spila lag. Áður en þú gerir þetta, ég veit að þú mynd fá SMS og Rikka G með þetta lag er í gangi. Já, og örugglega Brynjari Már. Þetta er það lag sem að ef ég var að keyra heim núna, ég var að sjá að það er svona sól úti, þetta er svona gluggaveður, það er að koma og þetta gildir bæði í myrkri og rigningu þetta lag og í svona veðri. Ég var til að heyra þetta lag, ég var að leiðina heim núna í bílnum, að hlusta FM 957. Radiohead, Fake Plastic Trees. Það verður ekkert mikið flottari lögin. Radiohead, Fake Plastic Trees. Rikki G sendi mig strax, ertu að safna stefgjöldum á þetta lag? Eins og við varum búin. Já, litla þunglinduspillan á leiðinni hérna niðrist til okkar og er mitt hérna strax. Og eftir okkur klukkuna vantar 10 mínútur í 6 og það er búið að vera bara mikið fjör hérna á okkur, Björsa. Mjög mikið fjör. Já, virkilega gaman. Hvar horfður á Tottenham-leikinn í gær? Herðu, það er skemmtilegt að segja frá því. Ég horfði á fyrri hálfleikinn á Úrillu Górulunni og seinni hálfleikinn á Ölveri. Ok, var eitthvað að gerast á Ölver, annað en leikurinn? Nei. Ég bara, þegar mér langaði svo í burrítóið og Úrillu Górulunni. Já, það er úkslega gott. En svo var félagið minn á Ölveri, þannig að ég skilji. En var bara verið að sína leikinn en Ölver? Var ekkert eitthvað annað í gangi? Var eitthvað? Það var, svo horfði á messuna og... Ok. En það var ekki, talandi um messu, var ekki verið að ferma það eða eitthvað? Jú, það var fermingaveisla í Salnvíl hérna. Já, ok, glæsilegt. Hérna, ætlar að horfa á United-leikinn í kvöld? Kanski. Já. Ég var að spá að detta í ræktina á eftir. Það er ekkert annað. Sjá hann á skjánum. Já. Er það ekki? Jó, ég ætla að fara að horfa á hann. Og þú? Já, vá, ég er orðin pínu stressað núna því að það er eitthvað sem segir mér að United sé að bara fara að ná í 1 punkt á Ívút. Já, þeir hafa átt í erfiðleikum stundum þar. Já, en hins vegar, ef Manchester United vinnu þennan leik, þá er það nú svona konu með 2-3 putta á byggarinn held ég. Og hvað er það á 20. titillinn? Það er það nú með 20 maður, sem er ekki leiðilegt. Nei. En ég held að sé nú ekkert margir sitt í 800 að núti, þannig að ég held ég sé ekki að bögga neitt með því að segja að ég sé að vona að United verði meistarar. Þetta er bara þessi 2 lið sem komið til greina, sko. Ég man bara eftir Gunnleifi Gunnleifs. Já, sem heldur með City. Það er ekkert mikið fleiri held ég. Gulli er reynda grjót
harður City aðdandi, hann má eiga það. Já. En herðu, það er bara búið að vera sannur heiður að vera hérna með þig, Bjössi. Sömuleiðis, vinnur. Og já, við líkum okkur svolítið með 2. apríl, ringdum í 1. apríl, við vorum með skemmtilega netmiðnókun og lífið í Barnalandi var gott. Já. Keftum í Facebook-statusum og það versta við það er að þú rúllaði mér upp 5-0 með statusinn likeaðu ef þú vilt mig, var það ekki eitthvað þannig? Æ, maður er eitthvað komin í 50 like hérna. Ertu komin í 50 like? Í alveg, maður sjá, ég er ekki eins og búin að tekka á mér aftur. Nei, ég er líka að vara að rústa þér. Já, en Rólu er á 50 likes, ég fæ aldrei svo mörg like. Hvað ertu með marga inn á Facebook? Ég er náttúrulega bara með 1000 manns. Ég er með 2000. Ok. Ég er komin í 13 likes, en ég er enda með like frá Hemma Gunn sem gildir á við 10. Það gildir enda á við sko 40, þannig að það er jafntefli. Já. Allavega Hemmi Gunn er 30 atkvæða maður, finnst mér. Like frá Hemma Gunn er bara, þú veist. Hann sem fara like frá Guði. Já. Herru, við verðum mættir hérna morgun Öddi og Sveppi frá 4 til 6 í miklu stuði. Það verða dagsklöður sínust aðeins og hitaklefin og annað. Þetta er stutt vinnuvika sem er alltaf skemmtilegt. Það er bara mánudag, þriðjudagur og miðvikudagur og svo verður þátturinn í páskafrí eins og flestir aðris. Ætlað þú að fá þér páskaegg? Já, ég með þess að var búinn að kaupa mér páskaegg og aumingin ég átaði gær af hungri. Eftir að búið með 12 pítsur. Alveg skelfilegt. Og að setja heima á sér og það er ekki til og maður getur heilt páskaegg. Það var 3 fitubólustig. Það er eitthvað dabrust við það. Við viljum enda þáttina á Stjörnurhöpp. Þetta er óskalag fyrir Arnar Gauta. Arnar Gauta. Takk kærlega fyrir hlustunni í dag. Takk vel á móti Rikka G. Hann er mættur inn í stúdíóðu mínibarinn. Og við heyrum svo í ykkur á morgun í og Sveppi frá 4 til 6. Það er gott í kvöld. Fljótt, já. Gott, ó já. Roadhouse, Snorrabraut 56. Páskabáturinn er mættur á Nonnabita. Páskalamb með öllu tilheyrandi. Nonnabiti, best fyrir svanga. B5, við seljum gull. B5, Bankastræti. Bátur mánaðarins og Subway er túnfiskbátur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest. Páska, páska, páska. Páska, páska, páska. Páska, páska, páska. Páskaðu þér í stuð. Hamborgarafabrikan. Opinn alla páskana. Hei! Magasín, virkamótna klukkan 7. Það er náttúrulega bara að því að líkaminn er orðinn vanur pillunni. Þannig að byrjar á pillunni 12-13, ekki sliðis. 12-13? Hvenær byrjar á pillunni? Hvenær byrjar það? 16-17 ára? Já, ok. Ég veit að margar... 12-13? Hvað? Já, þú veist, ok, margar konur byrja á pillunni svona þegar það byrja á blæðingu til þess að koma, til að fá reglulega blæðingar. Og maður hefur heyrst að þessu alveg helling. Byrja kannski 13 eða eitthvað sliðis. Jú, eða 14 eða eitthvað, ég veit það ekki. 14-15. Byrja á pillunni. Nei, ég... Alla virkamótna á FM 957. Nú færðu 15 króna afslátt af lítranum í 10. hvert skipti sem þú greiðir með OB-lyklunum. Kynntu þið málið á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn. Þekkir þú lagið? Fylgstu með í morgunþættinum Magasín og taktu þátt í skemmtilegum leik. Það sem þú getur spreytið á hér í morgunþættinum Magasín. Alla virka daga millir 7 og 10. Rýtaðu þig. Núna. Hraðpenningar.is. Ómissandi handboltaveisla páskana. Strákarnir okkar í undankeppni Ólympíuleikana. 3 leikir í beinni frá Zagreb. Grunnurinn á venjulegri pítsu og eldbakaðri pítsu. Nú frá Freyju var valið besta páskaeggið í páskaeggjasmökkun DFF. Hefur þú smakkað Freyju páskaegg? Vertu með í fermingarleik IKEA. Vantar þig stærra rúm, betra skrifborð, flottari fataskáp eða nýja hillu? Veldu vörur fyrir 100.000 krónur og þú getur unnið þær allar. Taktu þátt á IKEA.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.